Bretland ætlar að viðurkenna sjálfstæði Palestínu í haust nema ísraelsk stjórnvöld gangi að þeirra kröfum. Versta sviðsmynd hungursneyðar að raungerast á Gaza. Ástandið minnir á Eþíópíu á síðustu öld samkvæmt matvælaáætlun Sameinuðu þjóðanna. 4 númerslausir bílar fullir af bensínbrúsum hafa verið fjarlægðir af bílastæði við Seljakirkju í Breiðholti á undanförnum vikum. Íbúar kvarta sáran yfir ófremdar ástandi sem hefur skapast. Lögreglan segir málið í rannsókn. Hlutabréf í danska lyfjafyrirtækinu Novo Nordisk hríðféllu í dag. Sala á þyngdarstjórnunarlyfinu Ozempic minni en spáð hafði verið. Undirbúningur fyrir stærstu útihátíð landsins í fullum gangi í Vestmannaeyjum og ríkir mikil eftirvænting meðal heimamanna. Búist við alltaf 15.000 gestum. Lunda áhuga fólk telur fuglinn hafa numið land í fyrsta sinn í Hrísey í Eyjafirði og pör gert sér hreiður þar. Lunda hefur fjölgað mikið í firðinum undanfarin ár. Komið sæl. Hungursneyði sinni verstu mynd breiðist út á Gaza sem minnir á hungursneyði síðustu aldar í Eþíópíu og í Biafra samkvæmt matvælaáætlun Sameinuðu þjóðanna. Bretland tók í dag stórt skref í átt að því að viðurkenna Palestínu sem sjálfstætt og fullvalda ríki. I can confirm the UK will recognise the state of Palestine by the United Nations General Assembly in September unless the Israeli government take substantive steps to end the appalling situation in Gaza, agree to a ceasefire, and commit to a long-term sustainable peace, reviving the prospect of a two-state solution. Starmer segir þessa ákvörðun komna til af tvennu. Líkur á að tveggjaríkja lausnin nái fram að ganga fari stöðugt minnkandi og skelfilegt ástandið á Gaza. Það fátítt að hungursneyð sé lýst yfir og til þess þarf gögn og tölfræði sem ekki hægt að nálgast á Gaza. En IPC, alþjóðlegur samráðshópur sem skrásetur hungur í heiminum, birti skýrslu í morgun. Þar segir að hungursneyð í sinni verstu mynd sé að breiðast út. What we're seeing is mounting evidence that a famine is there. All the signals are there. This is unlike anything we have seen in this century. It reminds us of previous disasters in Ethiopia or Biafra in the past century. And it's clear that we need urgent action now. So this is definitely not a warning. This is a call to action. Gísli Rafn Ólafsson, framkvæmdastjóri Rauða krossins á Íslandi, vertu velkomin. Einhver vafi á því að það ríkir hungursneyð á Gaza? Nei, það engin vafi á því. Þetta í rauninni skýrslan sem kemur út núna, staðfesti það sem að yfir 100 hjálparstofnanir vöruðu við fyrir rétt rúmum mánuði síðan að hungursneyð væri yfirvofandi. 1 af hverjum 3 íbúum Gaza hefur ekki borðað í nokkra daga. 1 af hverjum 5 börnum alvarlega vannært. Þetta hungursneyð. En hvað þarf að gera í raun og veru til þess að koma í veg fyrir það að ástandi geti versnað? Það þarf að opna landamærin og hleypa hjálpargögnum inn. Það þannig í dag að einungis 100 bílum, vöruflutningabílum, hefur verið hleypt á hverjum degi undanfarna 2 daga. Þeir þyrftu að vera 5 til 600 til þess að það berist næg mataraðstoð inn til Gaza. En ertu vongóður, ertu bjartsýnn á að þetta takist? Það von mín að sá þrýstingur sem að koma loksins frá alþjóðasamfélaginu verði til þess að þessi landamæri verði opnuð og hjálpargögn fá að koma þarna inn, vegna þess að ef við gerum það ekki, þá eigum við eftir að vera virkilega alvarlegt ástand eftir bara 1 til 2 mánuði. En eins og við heyrðum hér í fréttunum áðan þessi yfirlýsing frá Bretum, hvaða máli skiptir það núna að Bretland viðurkenni Palestínu sem sjálfstætt og fullvalda ríki? Allar slíkar yfirlýsingar sem að setja þrýsting á Ísrael hafa jákvæð áhrif til þess að það sé samið vopnahlé og að hjálpargögnum sé hleypt á vettvang. Gísli Rafn Ólafsson, framkvæmdastjóri Rauða krossins á Íslandi, takk kærlega fyrir að koma hingað til okkar. Takk sömuleiðis.
Og meira þessu tengt því íslenskur barnalæknir sem hefur reynslu af átakasvæðum þar sem hungur vofir yfir segir hverja mínútu skipta máli fyrir vannærð börn. Það sem við vitum að gerist þegar hungursneyð eins og líklegast það sem að gerast þarna akkurat núna í gangi að dánartíðnin eykst til muna og það eru sérstaklega börnin sem að verða fórnarlamb þessa. Það er mjög erfitt að heyra þessar fregnir og þessar tölur af því að ég veit hvað að fara að gerast. Margrét starfaði í Suður Súdan 2021 til 2022 fyrir Lækna án landamæra, þar sem aðstæður voru að einhverju leyti sambærilegar. Hún segir hverja mínútu skipta máli, tryggja þarf sérstaka næringu fyrir vannærð börn, gefa þeim vökva og sýklalyf. Og svo þurfa þessi sjúklingar mjög nái eftirlit af því þetta mjög viðkvæmur hópur og það há dánartíðni og það ekkert sem bendir til þess að það sé hægt að sinna þeim á ásættanlegan hátt eins og staðan núna á Gaza. Þegar fólk sveltur reynir líkaminn að tryggja sér orku og brennir bæði fitu og vöðvum, segir Margrét. Manneskja verður náttúrulega mun veikbyggðari og missir allan fituforðann og það sem við sjáum til dæmis eins og þessar myndir af börnum sem eru bara bókstaflega skinn og bein. Það í raun og veru það sem staðreyndin, það eru bara skinn og bein sem eftir af því að vöðvinn og fituforðinn farin til þess að reyna að halda líkamanum gangandi. Börn eru viðkvæmari en fullorðnir því þau þurfa meiri orku, enda eru þau að vaxa og dafna. Dánarorsökin hjá þeim oft annaðhvort að hjarta stoppi einfaldlega eða þau hætti að anda og þegar þau hætti að anda þá það jafnvel vegna þess að brjóstkassin ekki með nógu mikla vöðva í raun og veru til þess að geta lyfst. Þannig að þetta það alvarlegt ástand að þau geta dáið bara af því þau hafa einfaldlega enga orku eftir til þess að anda. Talið að nær allir íbúar Gaza búi við vannæringu og ofan á það eru innviðir nánast allir að hruni komnir. Það gefur Margréti ekki tilefni til bjartsýni. Þá á ég mjög með ímyndum mér að það sé hægt að takast á við þetta eins og staðan í dag án þess að við séum að fara að horfa upp á ótrúlega mörg börn deyja. Hlutabréf í danska lyfjafyrirtækinu Novo Nordisk féllu fjórðung á markaði í dag. Gullkálfurinn, þyngdarstjórnarlyfið Ozempic, hefur selst minna en gert var ráð fyrir með miklum áhrifum fyrir danska þjóðarbúið. Kjarnorkusprengja inn á danskan hlutabréfamarkað. Svona lýsir greinandi danska ríkisútvarpsins deginum hjá Novo Nordisk eftir að fyrirtækið gaf frá sér afkomuviðvörun í dag í annað sinn á árinu. Samtímis var tilkynnt nýjan forstjóra, austuríkismanninn Mike Dostar, sem hefur unnið hjá fyrirtækinu í rúm 30 ár. The fact that my announcement comes right after the guidance update, well, it just makes the mandate ahead even more clear. We need to increase the sense of urgency and execute differently. But we'll do that by building on the core strength that makes this company so unique. Eftirspurn eftir töfralyfinu Ozempic sem gerir fólki kleift að léttast án mikillar fyrirhafnar enn mjög mikil og hefur ekkert dregist saman. En hún ekki eins mikil og spáð hafi verið. Í morgun lækkaði félagið afkomuspá sína og nú búist við 8 til 14% söluaukningu frá því fyrra, nokkuð minna en áður hafi verið spáð. Það erfitt að ofmeta áhrif Novo Nordisk á danskan hlutabréfamarkað. Þrátt fyrir að félagið hafi hríðfallið í virði síðasta árið það metið á sem nemur 38.000 milljörðum íslenskra króna. Félagið það næst verðmætasta í álfunni og fyrir þessa upphæð mætti kaupa allar fasteignir á Íslandi tvisvar. Lækkunin því áhyggjuefni fyrir danska hagkerfið. Tekjur Novo Nordisk á heimsvísu í fyrra námu 10% af landsframleiðslu Danmerkur. Það hærra hlutfall en allur sjávarútvegurinn í landsframleiðslu Íslands. Hagvöxtur í Danmörku síðustu árin hefur verið drifinn áfram af Novo Nordisk og fyrirtækið langsamlega stærsti skattgreiðandi landsins. Í raun mætti segja að þyngdarstjórnun sé ein stærsta útflutningsgrein Danmerkur ásamt svínakjötinu. Greinendur hafa áður viðrað áhyggjur sínar af því að hagkerfið kunni að verða of háð Novo Nordisk. Minnugir þess hvernig fór fyrir Nokia í Finnlandi sem var tíma eitt stærsta fyrirtæki heims áður en það tapaði kapphlaupinu snjallsímann.
Íbúar í nágrenni við Seljakirkju í Breiðholt hafa miklar áhyggjur af slysahættu vegna bíls sem staðið hefur á bílastæði við kirkjuna fullur af bensínbrúsum. Talið að bíllinn sé sá sami og sást á öryggismyndavélum við olíuþjófnað á föstudag. 4 bílar fullir af bensínbrúsum hafa verið fjarlægðir af svæðinu á undanfarnum vikum. Í kvöldfréttum sjónvarps í gær sögðum við frá þjófa gengi sem hefur herjað á að minnstakosti 4 íslensk flutningafyrirtæki undanfarna mánuði og stolið yfir 1000 lítrum af dísilolíu úr flutningabílum. Rætt var við Arnar Þór Ólafsson, framkvæmdastjóra Fraktlausna, sem sagði efni úr öryggismyndavélum sína að sami bíllinn hafi verið notaður sem bendi til þess að sömu einstaklingar hafi verið að verki. Lögregla segir formlega kæru hafa borist og rannsókn málsins á frumstigi. Samkvæmt heimildum fréttastofu hefur bíllinn sem sást á öryggismyndavélum Fraktlausna sést á bílastæði fyrir utan íbúðarhúsnæði við Seljakirkju í Breiðholti fullur af bensínbrúsum. Íbúar í nágrenninu segja að ófremdar ástand hafi skapast á svæðinu undanfarna mánuði. Þar sé talsverð umferð bíla á öllum tímum sólarhrings og svo virðist vera sem að stæðið sé notað sem einskonar bensínstöð. Bensín og olíuslettur séu víða með tilheyrandi brunahættu. Fyrrnefndur bíll var ekki sjáanlegur þegar fréttastofu bar að garði í dag. Þó var annar bíll á stæðinu, númerslaus og fullur af tómum bensínbrúsum. Óstaðfest hvort hann tengist þjúfnaðinum hjá Fraktlausnum. Þá mátti sjá ummerki eldsneytisleka. Í skriflegu svari við fyrirspurn fréttastofu segir Guðjón Ingi Eggertsson, deildarstjóri umhverfiseftirlits hjá Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur, að 4 númerslausir bílar hafi verið fjarlægðir af bílastæðin á undanförnum vikum, einhverjir þeirra fullir af bensínbrúsum með eldsneyti. Sá síðasti var fjarlægður fyrir helgina. Heimir Ríkarsson, aðstoðar yfir lögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, segir að lögreglunni sé kunnugt málið. Hann baðst undan viðtali og vildi að öðru leyti ekki tjá sig frekar málið vegna rannsóknar hagsmuna. Rússlandsher gerði árásir á Úkraínu í nótt. Að minnstakosti 23 almennir borgarar voru drepnir. Á meðal skotmarka Rússlandshers í nótt var fæðingarspítali. 2 voru drepin í þeirri árás og 5 særð, þar á meðal barnshafandi kona. 17 voru drepin í árás á fangelsi í Zaporizhzhia héraði og mikil eyðilegging blasir við í borginni Бурин eftir árásardróna Русlandshers. Перший и другий прильот прямое попадание, как положено, крышу снесло. У нас фотографии, потолки повалены, крыши немає вообще, оборудование все понятно, что уничтожено. 15. júlí gaf Bandaríkjaforseti Rússum 50 daga frest til að semja frið. En í gær styttan frestinn. I'm going to make a new deadline of about 10 or 12 days from today. There's no reason in waiting. Trump hótar að leggja ofur tolla á Rússa og viðskiptaríki þeirra semji þeir ekki. But every time I think it's going to end, he kills people. Could a meeting help, and are you considering, has been proposed? I don't know. I'm not, I'm not so interested in talking anymore. Forseti Úkraínu var ánægður með yfirlýsingar Trumps. Це правда. Саме Росія робить все, аби зірвати мирні зусилля та затягнути цю війну. En rússnesk stjórnvöld virðast ekki gefa mikið fyrir þær. Мы приняли к сведению заявление президента Трампа вчерашнее. Продолжается специальная военная операция. Færeyska landsstjórnin ætlar að taka þátt í refsiaðgerðum Evrópusambandsins og Noregs gegn 2 rússneskum útgerðum. Lögmaður Færeyja tilkynnti þetta í dag við setningu lögþingsins. Þingið þarf að samþykkja þessa ákvörðun sem felur í sér stefnubreytingu Færeyinga gagnvart Rússlandi. Veiti þingið samþykki sitt, gæti þessi ákvörðun bundið enda á áralangt samstarf Færeyinga og Rússa í sjávarútvegi. Samningur gagnkvæmar veiðar hefur reglulega verið endurnýjaður, síðast í fyrra. ES og Norge setter fyrir korstånd tiltøk i versk motveis 2 russiskere røyon som øysni øya skip og fiska under fyrjon. Ikke årsak av krunnen i Ukraina. Men til årstøkker at halda at høyra skip tekka lot og ildkrona somon virksem. Landstyret fer stått tog at bia løgtingi at vikka verande høymelder såleis av fyrjar kunne seta hese tiltøk i versk.
Engin tillaga að draga aðildarumsókn Íslands að Evrópusambandinu til baka hefur verið samþykkt á Alþingi. Forseti framkvæmdastjórnar ESB segir umsóknina enn gilda. Ríkisstjórnin stefnir að þjóðaratkvæðagreiðslu framhald viðræðna ekki seinna en 2027. Alþingi samþykkti 16. júlí 2009 þingsályktunartillögu að leggja inn umsókn aðild Íslands að Evrópusambandinu og loknum viðræðum yrði haldin þjóðaratkvæðagreiðslu væntanlegan aðildarsamning. Þá var ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur nýtekin við völdum. Ríkisstjórn Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar tók við að loknum kosningum 2013 og Gunnar Bragi Sveinsson, utanríkisráðherra í þeirri ríkisstjórn, sendi bréf til Evrópusambandsins 12. mars 2015 að ríkisstjórnin ætlaði ekki að endurvekja aðildarferlið og að Ísland teldist ekki lengur umsóknarríki. Gunnar Bragi lagði hins vegar sem utanríkisráðherra fram tillögu í febrúar 2014 að draga til baka umsókn Íslands aðild að ESB og eflingu samstarfs við Evrópusambandið og Evrópuríki. Tillagan gekk til utanríkismálanefndar og kom aldrei til síðari umræðu. Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnar Kristrúnar Frostadóttur segir að þjóðaratkvæðagreiðslu framhald viðræðna aðild Íslands að Evrópusambandinu fari fram ekki seinna en 2027. Í heimsókn Ursulu von der Leyen, forseta framkvæmdastjórnar ESB hingað til lands nú í júlí, sagði hún aðildarumsókn Íslands enn gilda. Sú yfirlýsing hefur fallið í grýttan jarðveg stjórnarandstöðu. Nú síðast sagði Ingibjörg Davíðsdóttir þingmaður Miðflokksins sig úr þverpólitískum hópi utanríkisráðherra öryggis- og varnarmál. Hún sagði vinnu hópsins sýndarmennsku þar sem Viðreisn stefni með Ísland í ESB. Byggja þarf nýjan grunnskóla á Þórshöfn eftir að mygla fannst í skólanum í vor. Til skoðunar að byggja skóla á nýjum stað en það kostar 850 milljónir. Vonast til að hægt verði að hefja kennslu í nýju skólahúsnæði haustið 2027. Þangað til verður nemendum kennt á 3 mismunandi stöðum í bænum. Sveitarstjóri Langanesbyggðar segir þetta áfall fyrir nemendur og kennara en samfélagið standi saman við að finna góða lausn. Búist við alltaf 15.000 gestum á þjóðhátíð í Vestmannaeyjum helgina. Undirbúningur í fullum gangi og ýmis ráð eru notuð til að tryggja gott veður fyrir hátíðargesti. Þjóðhátíð verður sett hérna í Herjólfsdal á föstudaginn og undirbúningur eftir því. Það allt í fullum gangi. Veðurspáin ekkert sérstaklega hagstæð, það á að vera frekar blautt en heimafólk neitar að láta það slá sig út af laginu. Við kerum þetta bara áfram og ég var einmitt að skoða veðurspána núna rétt áðan og mér svona orðin bjassýni heldur en ég var fyrir hádegi. Mér sýnist þetta kannski sleppa þokkalega. Andinn í bænum alltaf dásamlegur í þessari viku af því að þetta svona svolítið eins og með jólin. Undirbúningurinn fyrir þjóðhátíð rosalega stór hluti af hátíðinni fyrir okkur heimafólk. Og þetta hún hluti af tímatalinu okkar. Við tölum fyrir og eftir þjóðhátíð og hátíðin bara svo miklu meira heldur en þessir 3 dagar í dal og þessi vika alltaf alveg ótrúlega skemmtileg. Þetta búið að ganga mjög vel og við erum að reyna bara svona taka til og þrífa og við ætlum bara að reyna að vera búin að klára þetta fyrir 5. kvöld þannig við eigum frí. Sumir nota það ráð að færa álfunum gjafir til að tryggja gott veður yfir þjóðhátíðarhelgina. Eftir þjóðhátíðina 2002 þá var nú ansi vont veður. Og þá ákveða við systurnar að fara hjá svona steini sem ég ætla nú ekki að segja nafnið á, svona leynisteini, svona að því að álfarnir eiga alltaf sína hátíð á sama tíma og þjóðhátíðin og við viljum náttúrulega ekki styggja álfana. Við fórum og gáfum álfanum fórnir, það þarf að gefa þeim glingur og pening og vín, að þetta náttúrulega þeirra hátíð líka, og bakkelsi. En virkar þetta? Við höfum tröll að trúa því, en við meðum kannski ekki gefa þeim of mikið vín. Ég held að við höfum gefið þeim aðeins of mikið vín í fyrra, þannig að þau þurfa allan að vera tilbúnir í þetta. Lundi virðist í fyrsta sinn verpa í Hrísey. Frá þessu greina heimamenn sem hafa fylgst með mikilli fjölgun lundans í kringum eina síðustu árin. Það hefur alla tíð verið ríkt og mikið fuglalíf í Hrísey og þá ekki síst við hafið, en þessi nýji gestur, hann fór að láta sig kræla fyrir nokkrum árum. Fuglaáhuga fólk í Hrísey telur að lundapör hafi gert sér hreiður í grjóturðum við eina, en gefa ekki upp nákvæma staðsetningu til að vernda glænýju hreiðrin. Það heyrði til tíðinda fyrir rúmum áratug að lundar sæjust á flugi svo langt inn í Eyjafirði. Í vor þá vorum við farin að sjá lunda hér bara í maí og núna fyrir 2 vikum síðan þá sáum við lunda unga líka þarna austavegina. Hópur Hríseyinga auk annarra norrlendinga rataði í fréttir fyrir nokkrum árum fyrir tilraun til að lokka lundan inn í fjörðinn. Og 2019 þá voru keyptir 300 plastlundar frá Kína
og settir hérna á 2 staði í eyjunni og síðan árið 2023 þá erum við svona fyrst að sjá lundana koma hérna inn í fjörðinn. Árin á eftir sáust svo fleiri og fleiri lundar á svæðinu, hvort sem tálbeitunum að þakka eða ekki. Í sumar voru þeir fyrr á ferðinni en áður. Hvalaskoðarar sjá mikil tækifæri í að lundin bætist við lífríki svæðisins. Og maður sér það bara þegar við sjáum þessa lunda eins og núna þegar maður sigla hérna í fjörðina að þá fara allar myndavélar og símar á loft og fólk rosa spennt fyrir lundanum. Erpur Snær Hansen, líffræðingur sem hefur rannsakað lunda í áratugi, segist ekki hafa fengið staðfestingu varp lunda í Hrísey. Hann telur það þó ekki ósennilegt miðað við hve vel tegundin hefur dafnað norðaustanlands, meðan henni fækkar sunnan við landið. Hvort lundin staldri við í eynni og eftir að koma í ljós, en líklega nóg af æti fyrir hann í köldum fjörðum norðanlands. Og þá það veður. Það suðvestanátt í kortunum fyrir morgundaginn og má reikna með skúradembum á vesturhelmingi landsins en björtu veðri að mestu leyti þegar austar dregur á landinu. Hitatölur gætu ná 20 stigum á Austurlandi en hér vestanlands verður daghiti á bilinu 10 til 15 stig. En við förum nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum. Martin Hermannsson á leið á sitt 3. Evrópumót með karlalandsliðinu í körfubolta. Hann var reynslu minnstur á sínu fyrsta móti en nú næst reyndastur. Mér líður ennþá eins og sé 22 ára sko. 17 ára lið Íslands í handbolta gerðu góða ferð á Ólympíuhátíð Evrópuæskunnar í síðustu viku. Stúlkurnar unnu brons en drengirnir stóðu uppi sem sigurvegarar. Fyrirfram þá voru allir búin að gera okkur markmið og ná að koma langt sko. Og það var hasar í leik Stjörnunnar og Aftureldingar í bestu deildinni í gærkvöldi. Þetta og fleira í íþróttum. Og þá ætlum við upp helstu atriði fréttatímans. Bretland ætlar að viðurkenna sjálfstæði Palestínu í haust nema ísraelsk stjórnvöld gangi að þeirra kröfum. Versta sviðsmynd hungursneyðar að raungerast á Gaza. Ástandið minnir á Eþíópíu á síðustu öld samkvæmt matvælaáætlun Sameinuðu þjóðanna. 4 númerslausir bílar fullir af bensínbrúsum hafa verið fjarlægðir af bílastæði við Seljakirkju í Breiðholti á undanförnum vikum. Íbúar kvarta sáran yfir ófremdarástandi sem hefur skapast. Lögreglan segir málið í rannsókn. Hlutabréf í danska lyfjafyrirtækinu Novo Nordisk hríðféllu í dag. Sala á þyngdarstjórnunarlyfinu Ozempic minni en spáð hafði verið. Undirbúningur fyrir stærstu útihátíð landsins í fullum gangi í Vestmannaeyjum og ríkir mikil eftirvænting meðal heimamanna. Búist við að alltaf 15.000 gestum. Lunda áhuga fólk telur fuglinn hafa numið land í fyrsta sinn í Hrísey í Eyjafirði og pörgert sér hreiður þar. Lunda hefur fjölgað mikið í firðinum undanfarin ár. Þessum fréttatíma að ljúka og nú komna íþróttum á veðri. Næstu fréttir í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á ruv.is og svo má alltaf senda okkur ábendingar á fréttir hjá ruv.is. En við á fréttastofunni við ætlum að segja þetta gott að sinni. Verið sæl. Á RÚV í kvöld. Garðurinn minn. Norskir þættir garðrækt þar sem fallegir garðar eru skoðaðir og góð ráð gefin.